Og þá höldum við áfram með föstudagsþáttinn og við ætlum að heimsækja Rósenborg, eða þær eru búin að setjast í sófann hjá mér. 2 konur frá Rósenborg, velkomnar Gunna og Alfa. Takk fyrir. Ef við byrjum á þér, Gunna, að míga í saltan sjó, það var verkefni sem að þú settir á laggirnar og þið fóruð á sjó, þú á samt einhverjum fleirum og segðu okkur aðeins frá. Já, ég kannski setti þetta ekki á laggirnar, það þarf margar hendur, María. Ég er meira sem reyndi að toga þig þarna einhverjum. Sko, Húni Annar, Eikabáturinn og við í Ungmennahúsinu og fjölskylduþjónustan, fjölskyldusvið. Fórum saman, eða þess að gerðum þetta. Ég fórum með 4 ungmenni á sjó og vorum að læra að fiska, gera kynntum okkur köfun, gistum á sjó, fórum í Hrísey, Hákarlasafnið, vorum bara svolítið að míga í saltan sjó. Já, upplifa þetta náttúruafl. Og hvernig gekk? Bara magnað. Fenguð þið gott veður? Já, það? Við fengum náttúrulega bara æðislegt veður, annars hefði þetta kannski ekki virkað, ég veit ekki alveg. Að ég hef ekki verið, ég hef verið sjóveik, sko. Já. En að hafa með sér börn eða ungmenni og vera sjóveikur sjálfur, það ég held að sé ekki fín blanda. Nei. En þarna voru nokkur svona agendas í gangi. Húni Annar hefur mikinn áhuga á því að koma af stað, velta úr vör námi í sjómennsku. Þetta er deyjandi stétt og auðvitað eru þarna hákarlar sem eiga markaðinn og telja sig að fiskinn í sjónum sem auðvitað þarf að breyta. En það þarf líka að kenna fólki og við þurfum að hugsa arfleiðina. Þannig það er svolítið þeirra. Já. Og voru þeir þá að kenna handtökin að veiða? Já. Og veidduð þið? Já, helling. Ég sendi myndir, þannig að við sjáum þær hérna undir. Já. Og það var magnað. Þessi áhöfn er æðisleg. Og náðu áhöfninu vel saman við ungmennin og öfugt? Já, mjög. Það var bara mjög næs. Og við vorum svolítið að prófa þetta. Já, og verður framhald, heldurðu? Já, sjálfsögðu. Og þú veist, það gerist rosa margt, sko, við svona samvinnu. Það sem ég vildi gera, þeir náttúrulega vilja bara komast á skóla, Húni Annar, og það er frábært og við gerum það bara. Á meðan við vildum vera með svona ævintýra meðferð eða meðferð, það þurfum enga meðferð sem stelpur, en sko svona ævintýri fyrir þess. Já, að við leyfum ungmennunum okkar að upplifa það sem er að gerast hér í nær umhverfinu. Við erum með bændur og bændasamfélagi, það þarf að koma einhverju á stað þar og eins bara út á sjó. Við erum með allt þetta og við þurfum að fara með þau upp á fjöll líka og af því að þau þurfa að kynnast bara sínum eiginleikum, komast á þann stað að þau geta og þau eru sterk og þau eru æðisleg. Og ég held að það er alveg, þú veist, upplifa það. Frábært. Var þetta passlegur hópur? Þið voru 4 með þér eða hvað? Já. Og hefurðu getað haft fleiri? Já. Húni rúmar hvað marga í kojum? Helling. Já. Þannig að það verður bara hópferð næsta sumar kannski. Algjörlega. Það er frábært. Heyrum líka aðeins af hinu verkefninu, Alfa. Arctic Circle, rödd unga fólksins. Já, við sóttum styrk til Erasmus+. Já. Og sem við fengum. Frábært, til hamingju. Já, takk fyrir. Og verkefnið er í rauninni falið í því að við ætlum að fara með 40 ungmenni, bæði hér, bara allstaðar af landinu, hér frá Akureyri og nær umhverfinu og svo af höfuðborgarsvæðinu. Og við ætlum að fara með þau á Arctic Circle ráðstefnuna sem er haldin í Hörpu í október og er búin að vera núna hvað í 4 ár? Já, einhver ár, mörg ár. Og það sem er svo merkilegt við þessar ráðstefnu er að þetta er náttúrulega allt sem snýr að málefnum norðurslóða. Og þau eru nú svolítið margþætt og þarna koma saman vísindamenn og það eru pólitíkusar og það eru fræðimenn og það er bara í rauninni allur angi. Það eru öll málefni sem að eiga einhvern sess í norðurslóðamálum eins og við þekkjum. Það sem hefur hins vegar vantað hingað til á þessar ráðstefnu eru ungmenni og þeirra rödd sem er ótrúleg svona, hvað segir maður?
Skekkja. Já, í Þannig rauninni framtíðin. skekkja. En vita þau eitthvað? Hvað vilja þau segja? Hafið þið eitthvað að hlera það? Það er nú það sem er svona pínu göldrótt við þetta, að þau ráða því sjálf. Já. Og það sem við gerum, við erum í rauninni bara að opna fyrir þau leið að borðinu í rauninni. Og opna fyrir þau tækifæri til þess að segja það sem að brennur á þeim. Af því það eru þau sem að erfa jörðina, það eru þau sem, allar ákvarðanir sem við erum að taka í dag, snerta þau beint eftir einhver ár. Þannig að okkur fannst mikilvægt að koma þeim að borðinu og gefa þeim í rauninni frjálsan tauminn. Þau fá að ræða það sem að þau vilja. Við náttúrulega leiðbeinum þeim og verðum þeim innanhandar. Eru þið búin að finna þessa krakka sem að ætla að mæta? Já, við erum með krakka hér frá Akureyri, sem að koma með okkur suður. Og svo erum við í góðu samstarfi við fólk fyrir sunnan sem er aðstoða okkur við að finna ungmenni. Þetta er náttúrulega erfitt þegar við erum á sikkurum landshlutanum. Svolítið utanumhald. En við erum sem betur fyrir með gott fólk með okkur í liði sem er aðstoða okkur. Þannig að þetta verður skemmtilegt. Þannig að þið kannski hittið þessa krakka eitthvað og farið með þetta yfir þeim og þau þurfa eitthvað að kynna sér þetta kannski eða bara láta á aða, segja það sem finnst. Já, náttúrulega bara svona í rauninni tala sér saman. Já, skýra línurnar og þetta eru mjög svona þetta er ekki bara einsleitur hópur, þetta eru krakkar allstaðar að, sko. Af öllum stigum, bæði krakkar sem eru í skóla og vegnar vel og ungmenni sem hafa flosnað upp á námi, ungmenni sem eru í vinnu eða ekki í vinnu. Þannig að bara það að koma saman og finna eitthvað flöt, það er bara mikil skóli og mikil... Virkilega mikilvægt. Já. Frábært. Svo er annað sem er mikilvægt í þessu, að það er að við erum ekki bara að veita ungmennunum tækifæri eða hleypa þeim á borðinu, við erum að bara færa ráðamönnum norðurslóðana eða heimsins. Gjörðu svo vel, hérna er unga fólki sem eru landið og hvað hefur þú að segja? Við erum að veita þeim líka tækifæri. Og finna þau ekki, eru þau ekki þakklátt fyrir þessa viðbót? Að sjálfsögðu. Þau skynja það alveg. Það er allavega búið að taka okkur ofboðslega vel alls staðar. Þannig að við fáum náttúrulega, við verðum með svona breakout session á Arctic Circle þar sem að ungmennin okkar munu bara standa upp og vera með sín erindi og það session er opið, þannig að við náttúrulega hvetjum alla til þess að koma og mæta sem geta. Mæta í hörpuna og fylgjast með. Og fá að taka þátt og það verða umræður þarna og bara... Hvenær í október er þetta? Þetta verður, ráðstefnan sjálf er 19., 20. og 21. október. Og þið verðið þar væntanlega? Já, við verðum þar. Heim til hals og traus? Alveg. Þetta er bara, þetta verður glæsilegt. Við erum allavega fullar tilhlökkunar. Já, þetta er skemmtilegt. Takk kærlega fyrir að koma í þáttinn og segja frá þessu og gangi ykkur svakalega vel. Takk fyrir.